Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins móttöku flóttafólks hingað til Akureyrar og Íslands og ég fengi hérna 2 dömur til mín og sem að ég tengjast þessu með beinum og óbeinum hætti eða bara þráðbeinum kannski. Þú ert ráðinn við það verkefni að sjá móttöku flóttafólks á Akureyri. Ef við byrjum bara þar að, hvers vegna ákvaðstu að sækjast eftir þessu starfi? Ég var aðeins velt þessu fyrir mér að því að ég hef verið spurð þessu allan daga. Ég held að það byrja náttúrulega með því að við erum búin að fylgjast með því ekki bara í ár, heldur auðvitað árum saman, hvernig fólk hefur annars staðar í heiminum. Við fáum mikla fréttir af ástandi víðs vegar heiminn og stundum fáum við kannski bara fréttir svona í formi þess að það er lítil frétt einhvers staðar á vefmiðli stórkostlegar hörmungar einhvers staðar út í heimi. En í ár höfum við fengið mikla fréttir af því sem að gerast í Sýrlandi, eða það er straumi fólks frá Sýrlandi vegna átaka þar og flóttafólk sem er í mjög erfiðum aðstæðum að reyna að koma sér einhvers staðar í betra líf, í skjól einhvers staðar. Það snerti við mjög mörgum líka á Íslandi og það varð svona, ég held að hennum venjulega Íslendingi og þar með talið mér ofbauð. Mér ofbauð að í þessum heimi þar sem er sannarlega til nóg fyrir alla skuli venjulegt fólk í Sýrlandi lenda í þessum aðstæðum. Þetta er fólk sem bara lifði venjulegu lífi, fór í sína vinnu og skóla og hafði ekki áhuga neina öðru heldur bara að eiga sitt venjulega líf. Það er í milljónum saman, hrakið á flótta og hefur einhvern veginn ekki neitt og mætir ekki að mér finnst þeirri gestrisni eða þeirri vináttu, þeirri kærleika sem mér finnst þau að sýna. Og það er þess vegna sem ég líka fer inn í þetta, mér langar til að gera eitthvað gagn í þessu. Mér langar til að leggja mitt að mörkum til þess að við leysum þetta ekki, við leysum ekki hann að vanda en við getum virkilega reynt að taka einhver skref að ég leggja okkur að mörkum. Þið upp í Háskólanum á Akureyri, þar hefur eiginlega myndast hálfgerður hópur, samvinnahópur, útskýrðu aðeins fyrir mér hvað er að gerast hjá ykkur? Já, það var svona svolítið það sama, við, svona eins og bara mjög margir Íslendingar, allir voru að hugsa hvað get ég gert, að þá svona myndaðist hópur að þegar við hugsaum meira svona hvað getum við gert, við hugsaum við erum miklu sterkari saman heldur en ef við förum fram hvert í sínu lagi. Þannig að við fórum svona, heldum samráðsfundi og fórum að ræða hvað getum við gert og þannig að þegar við byrjum, þegar við förum að stað með þetta verkefni þá er ekkert vitað. Það er vitað að kannski koma flóttamenn. Það er eina sem við vissum, þannig að við fórum að hugsa, við vorum búin að, við hittum fulltrúa frá Akureyrarbæ, fulltrúa frá Rauða krossinum og þau náttúrulega voru í sama limbó og við og þau vissi ekki neitt, þau vissi bara að kannski gerist eitthvað. Þannig að við vorum að hugsa, okkur langar að byrja þetta bara strax, okkur langar að byrja undirbúningsferli, þannig að við fórum að stað í rauninni með fyrirlestraröð. Að því við maður heyrt þó að svona langflestir sem maður heyrir í, þeir eru mjög jákvæðir og þeir vilja leggja sitt að mörkum. En það hefur maður líka orðið var við ákveðna fordóma, ákveðna hræðslu. Þannig hugsaum kannski getum við lagt okkar að mörkum þó ekkert sé vitað, bara með að undirbúa komuna, með að vera með fyrirlestraröð. Það sem að kynna aðeins fyrir fólki hverjar eru aðstæður þessa fólks, hvaðan eru þau að koma, hvað eru þau búin að búa við. Og svona hugmyndi var að við myndum vonandi annars vegar ná að draga úr fordómum með því að fræða fólk það hvaðan þau eru að koma og líka að við gætum tekið enn betra mótið með því við vitum hvaðan þau eru að koma, hvað þau hafa búið við og við þekkjum aðeins eins og það var mjög vel sóttur fyrirlestur sem fjallaði landfræði Sýrlands og það var mjög áhugavert að sjá bara þetta er landið þeirra og svona lítur það út og þá sá maður líka hvað þetta er rosalega ólíkar aðstæður sem þau eru að koma í. Já, milli Sýrlands og Ísland og Akureyrar. Akkurat. Vetur. Vetur. Já, og einmitt á dimmasta tíma ársins eiginlega. Nákvæmlega. Þannig að það var rosalega áhugavert og ég hugsa að við getum einmitt bara tekið enn betra mótið með því að vita svona aðeins meira hvaðan þau koma. En talandi það, geturðu sagt okkur pínulítið, hvaðan eru þau að koma? Hvað er svona ólíkt við Sýrland og Akureyri? Eða sem sagt. Já, það er náttúrulega eins og hér er náttúrulega dimmt og kalt. Það er ekki að þeim, það er var líka mjög skemmtilegt, það er mikil ólífuræktun í Sýrlandi og það er mikið af þessu svona eins og hálfgerðar eyðimerkur
og þannig að það en það kom líka á það kom líka á orð að það skíðasvæðar. Nú? Mjög fjölbreytt landslag. Já. Skíðasvæðið á Sýrland? Já, það er það svona við landamærin. Já, það svona við landamærin. Þar fjall sem er svona á landamærunum og þar skíðasvæði. Já. Þannig að ég svo veit ekki hversu stórlítið þjóðurinn hefur farið þangað, en það kannski ekki, snjór kannski ekki alveg eins ókunnur öllum við heldum. Nei, nákvæmlega. En varðandi þetta sem hún var að tala hvernig þetta hefur hreyft fólki, finnurðu fyrir þetta hjá sjálfri þér og öðrum sem vorst að hitta þarna? Já, algjörlega. Og það var líka svolítið skemmtilegt eins og þetta verkefni fór af stað að þessi hugmynd kom í rauninu upp á svo mörgum stöðum innan háskólans. Það var ekkert bara einhver einn aðili sem fekk hugmynd og ítt inn að stað, heldur komin upp bara svona á mörgum stöðum, þannig að við sem að... Getum við ekki gert eitthvað? Já, þannig að við svona, við skulum bara koma okkur saman og vinna þessu saman, þannig að það væri ekki hver og eitt svona einhvern veginn vinna sínu verkefni, heldur við myndum bara gera þetta saman. Og hugsið ykkur samt, hvað væri gaman ef við myndum hugsa fleiri svona mál á Íslandi með þessum hætti? Hvað getum við gert? Og hvað getum við gert? Hvað get ég gert? Hvað get ég lagt á mörkum? Þetta ótrúlega fallegt. Ég held reyndar að við gerum það ótrúlega margir að gera góða hluti og saman líka. Og það sem að ég upplifði þegar ég fór svo að sækja því ég skráði mér nú bara fyrst sem sjálfboðaliða Rauða Kross sem mætti á fundi sem þau voru að halda, að ég upplifði þar sko mjög sterkt. Það fullt af fólki hérna, það fylltist salurinn. Það mætti bara miklu fleiri en áttu vona á þetta fyrir tíni fullt af stólum og það var allskyns fólk, ungt og gamalt, sem kemur hérna bara því að það langar til að gera eitthvað gott fyrir náunga sinn. Og þarna daglega þetta fólk upp í Rauða Krossi sjálfboðaliðar að vinna alla daga, ekki verið flóttamenn. Þetta bara fyrir þá sem þurfa á því að halda. Nákvæmlega, heimsóknir til eldri borgara, þá sem einmana og það alveg ótrúlega mikið starf og svo náttúrulega þekki ég það svo sem að því ég svo heppin að vinna hérna, hvað það eru mörg ósýnileg félög, hvort sem þeir heita Oddfellow eða Lions klúbbar eða guðum og þetta hvað kvenfélög allt land sem eru búin að vera að gera allir þessi góðverk. Og þetta mjög dýrmætt. Þetta mjög dýrmætt í samfélaginu. En það hefur svolítið vantað að yngja upp í því. Það hefur svolítið í alvöru að yngri kynslóðir komið með sínum hætti að þessu vegna þess að það skortir ekki góðhjartað fólk. En það væri nú líka bara gaman að sjá þessu umræðu herð, til dæmis bara á Alþingi. En það bara til dæmis eins og gerist oft fyrir jólin og næstu gestir í þættinum að til dæmis vera að gera góða hluti fyrir ekki neitt. Það ungt fólk. Við erum kannski bara höfum mismunandi leiðir eins og segir, en ég held við ættum að vanda okkur við að tala frekar upp þennan kraft sem í fólki og þennan áhuga á því að gera gott fyrir aðra, vegna þess að það býr í flestum. Það býr í öllum og það það sem þetta verkefni sem Ísland og hvernig við stöndum að þessu og ættum að læra bara að því og gera þetta oftar, meira, saman einhvern veginn. Maður verður ekkert í einu svona bjarsík, bara váka við erum svolítið samt flott. Og mér finnst við finna þetta svo mikið hjá fólki. Nú hefur svona aðeins kvissast út að ég að fara inn í þetta verkefni og ég mæti bara svona skilningi og jákvæðni og gangiði nú vel með þetta og einhverjir hafa pínu efasemdir hvort þetta gæti nú, hvernig verður nú fyrir þetta fólk að koma hingað og getum við gert þetta almennilega eða munu þau einhvern tíma geta fundist þau eiga heima í landi sem svona, fólk svona pínu hrætt að þetta sé ekki endilega gott land fyrir þau að koma til, en ég hef bara fundið fyrir þessari svona gestrisni. Það ekki þessi hræðsla við þau sem eitthvað ókunnugt afl. Það hef ég ekki fundið. Þannig að við getum gert þetta bara vel. Já, ég held það og það var líka mjög skemmtilegt. Við fengum hana Nicole sem sérfræðingur í flóttamannamálum sem kemur frá Bandaríkjunum. Hún var hjá okkur og var með fyrirlestur og hún með talað það að Íslendingar hefðu allt til að bera til að gera þetta virkilega vel og hún svona stappaði svolítið ykkur stálunum bara þið hafið það sem þarf og ég hef trú á ykkur. Hún reynir að segja ykkur að við getum í rauninni skipt sköpum, við getum verið að gera, við höfum einstakt tækifæri til að gera þetta mjög vel vegna þess að við höfum tíma til að undirbúa okkur, þetta fólk kemur ekki bara á einhverju gúmmítútum hérna upp að bryggjunni, við höfum tíma til að skipuleggja þetta aðeins og hún hitti mjög marga á Nicole, hún hitti ekki alla sem munum koma að þessu en mjög marga og
það sem að henni, sko, hún segir þetta eins og margir, ekki vera að hugsa að þið séu eitthvað, sko, svo lítil og getið ekki gert eitthvað. Það kosturinn. Þú veist, það styrkleikinn fyrir ykkur. Þannig að við þurfum svolítið að horfa á það. Ég vona þetta eftir að farnast alveg ótrúlega vel. Takk fyrir að koma, Dömur. Takk svo við. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum rétt á eftir og þá er það eins og hún nefndi smá tónlist.